Galdra-Loftur. Loftur hét skólapiltur ein á Hólum. Hann lagði alla stund á galdur. Einu sinni fór Loftur heim til foreldra sinna jólin. Tók hann þá þjónustustúlku á staðnum og járnaði hana og lagði við hana beisli og reið henni svo í gandreið heiman og heim. Lá hún lengi eftir af sárum og þreytu en gat engum frásagt meðan Loftur lifði. Öðru sinni barnaði Loftur vinnukonu á staðnum og drap hann þá barnsmóður sína með kjörningum. Henni var ætlað að bera aska inn í eldhús og úr því. Voru þeir til flýtis bornir á nokkurs konar drottmynduðu verkfæri hét askafloti og tók marga aska í einu. Lét Loftur opnast göng fyrir henni í miðjum vegg, svo hún gekk inn í þau. En sökum þess að stúlkan var þá hrædd og hikaði, hreif galdurinn svo að veggurinn luktist aftur. Löngu seinna, þegar veggurinn var rifinn, fannst í honum beinagrind af kvenmanni, uppstandandi með askahrugu í fanginu og ófullburða barnsbein í hólinu.